Velkomin í upptöku 3 úr kafla 5. Nú ætlum ég að fjalla aðeins meira setagildi og hvernig við getum fundið afmörkuð svæði í normalkúrfunni. Við getum sérst nota setastig til þess að reikna út einhver afmörkuð svæði í normalkúrfunni. Við getum fundið svæði fyrir neðan og fyrir ofan setastig. Þetta getur verið sniðugt til dæmis ef við erum með eitthvað gildi, segjum bara einkunn sem að einhver einstaklingur er með. Þá getur við reiknað út hlutfallega prósentu þeirra sem eru fyrir neðan hann og þeir sem eru fyrir ofan hann. Þannig við getum séð svona betur hvað hann er staðsettur. Svo getum við fundið svæði milli tveggja setastiga. Þetta getur verið sniðugt til dæmis að finna hlutfallega prósentu nemenda sem eru með einkunn á bilinu 5 til 7 til dæmis. Þá sjáum við það. Og til þess að finna þetta þá notum við setatöfluna. Hérna er bara brot úr setatöflunni. Hún er í Appendix A í kennslubókinni ykkar á blaðsíðu 469 og hún skiptist í þessa 3 dálka, A-dálk, B-dálk og C-dálk. Nú í A-dálkinum eru bara setastigin. Þetta er setastigin sem við erum búin að reikna út með setastigsjöfnunni sem við ræðum í síðustu upptöku. Ef einhver einstaklingur fékk einhver einkunn þá draugum meðaltali frá og deilum með staðalfrávikinu. Nú, dálkur B sýnir okkur svæði milli meðaltalsins og setastigsins. Og dálkur C sýnir okkur svæði fyrir ofan eða neðan C eftir í hvort að setastigi er í mínus eða plús. Nú getum við skoða þetta hér. Ef við erum með hérna normaldreifingu hér og hérna er 0 og við erum kannski með setastig upp á hérna 1,5. Þá er þetta dálkur A, 1,5 og ef við draugum hérna línu. Nú þetta hérna svæði hér á milli meðaltalsins og setastigsins er þá dálkur B milli meðaltals og setastigsins. Nú svæði frá setastiginu og áfram, þetta hérna svæði hér, væri þá dálkur C. Nú ef þetta væri hinum megin við og við værum með mínus 1,5 setastig, þá myndi þetta svæði hér, svæðið milli setastigsins og meðaltalsins hér, myndi vera dálkur B. Og svæðið frá setastiginu og beyond eða áfram, allt þetta svæði hérna, væri dálkur C. Við getum tekið hérna eitt dæmi. Ef við erum með hérna normalkúrfu einkunnadreifinga í einhverju prófi og meðaleinkunn hjá nemendum var 7 og staðalfráviki var 1,2 og Jón fékk í prófinu 8,8. Nú þá byrjum við á því að reikna setastigið fyrir einkunnans Jóns og við notum þá setastigsjöfnuna í það sem var þessi hérna. Gildi mínus meðaltal deilt með staðalfrávik. Þannig hjá Jóni verður þá 8,8 mínus meðaltali sem var 7 deilt með 1,2 sem væri þá jafnt og 1,5. Setastig hans Jóns er þá 1,5. Nú á dreifingunni væri það einhvers staðar hérna. Nú þá getum við dregið hérna línu og ef myndum vilja vita það hvað þetta hérna svæði væri stórt, getum við einfaldlega farið í setatöfluna og farið hérna í dálk B sem er svæðið milli meðaltals og setaskor. Og við finnum setastig hans Jóns sem er 1,5, það er hér, og förum í dálkinn og við sjáum að það er 0,4332 og
Þetta er sem sagt hlutfallið og ef við margföldum þessa tölu með 100 þá fáum við út 43,32%. Þá getum við sagt að þetta svæði hér er 43,32%. Þannig á milli Jóns og meðaltalsins eru 43,32% einkanna úr prófinu. Nú, ef við viljum reikna þetta hér svæði, sem sagt frá einkunnans Jóns og upp úr, þá förum við í dálk C sem er sem sagt area beyond zeta. Finnum aftur zetastigans Jóns sem er 1,5 og förum í dálkinn hér. Og hérna sjáum við 0,0668. Nú, ef við margföldum þessa tölu með 100, þá fáum við út 6,68%. Þannig að svæðið hér er þá 6,68%. 6,68% nemenda voru með einkunn hærri en Jón. Nú, þar sem að normalkúrfan er samhverf, þá vitum við að það er 50% er hérna hægra megin og 50% er vinstra megin. Þannig við vitum alltaf að allt þetta svæði hér er 50%. Þannig þá gætum við lagt saman þetta svæði hér og þetta svæði hér. Það verður þá 50 pluss svæði hér sem við fundum í B-dálki 43,32%. Með 50% hérna. Og það verður þá jafnt og 93,3%. Þessi tala segir okkur það að svæðið héðan, allt þetta svæði hér, er 93,3% af allri einkunnadreifingunni. Þannig við getum sagt að 93,3% nemenda fengu einkunn sem voru lægri en Jón og aðeins 6,68% voru með einkunn hærra. Svona getum við nota setagildi til að reikna svæði fyrir ofan og fyrir neðan setu. Nú, ef við breytum aðeins dæminu og segjum að einhver hafa fengið einkunnina 5,2 á prófinu. Nú, þá myndum við reikna setagildi fyrir 5,2. Það er 5,2 minus 7 deilt með 1,2 og það er eftir mínus 1,5. Nú, mínusinn segir okkur að þetta fari vinstra megin við 0. Mínus 1,5 myndi fara eitthvað staðar hérna á normalkúrfuna og ef við drögum hérna línu og núna ef við viljum reikna svæði hér, sem sagt þá sem voru fyrir neðan einkunnina 5,2, þá förum við í dálk C, sem sagt area beyond zeta, bara area fyrir aftan eða fram að setu eftir í hvort hún sé pluss eða mínus. Og við förum í 1,5 setastigi aftur. Öll setastigin í setatöflunni eru í pluss. Og þetta er raunin bara tölugildið af setastiginu. Þannig við förum í 1,5 og finnum 0,0668. Þannig að svæði hér verður þá 6,68%. 6,68% nemenda voru fyrir neðan einkunnina 5,2. Nú, ef við myndum vilja finna hversu margir voru fyrir ofan einkunnina 5,2, sem sagt finna allt þetta hér svæði,
þá þurftum við fyrst að finna svæði hér milli 1,5 og meðaltalsins og plúsa svo við þetta svæði hér, en eins og við vitum þá það alltaf 50%. Þannig við förum í setatöfluna og finnum 1,5 og finnum svæðið í B-dálki sem svæðið milli meðaltals og setu sem þá 0,4332 og það margfaldað með 100 þá 43,32%. Og ef við leggjum það við 50% þá fáum við út 93,32%. Þannig við getum sagt, sem þetta svæði, þannig við getum sagt að 93,32% einkunna voru fyrir ofan einkunna 5,2%, en 6,68% voru fyrir neðan einkunna 5,2%. Þannig að maður verður að sjá hvort maður sé með setagildi sem í mínus eða hvort það sé í plús upp á það hvernig maður reiknar svæðið fyrir ofan eða neðan það. Svo ef við viljum reikna svæði á milli tveggja setagilda, þá það svolítið öðruvísi. Ef við segjum bara að við erum með tvær einkunnir, við viljum vita hversu margir voru með einkunn á bilinu 8,2 til 9,4. Þá þurfum við að byrja á því að finna setastig fyrir 8,2 og finna setastig fyrir 9,4. Og við notum til þess setastigsformúluna. Þannig við segjum 8,2 og já, það ennþá sama meðaltal og sama staðalfrávik. Við erum ennþá með þetta sama próf, þennan sama bekk. Þannig það mínus 7 deilt með 1,2. Og út úr því fáum við plús 1. Og svo finnum við setastigi fyrir 9,4. Mínusum meðaltali frá og deilum með 1,2. Út úr því fáum við plús 2. Nú ef við færum þessar tölur inn á normalkurvuna, þá myndi plús 1 kannski vera eitthvað staðar hér. Þetta á að vera plús 1. Það hérna. Og 2 segjum við kannski að vera eitthvað staðar hér. Þetta náttúrulega ekki teiknað kannski alveg rétt hlutföllum hjá mér. Þannig við erum að reyna að finna svæðið sem hérna á milli. Nú þegar við erum komin með bæði setastigin fyrir einkunnirnar, þá þurfum við að finna þetta hérna svæði og til þess að gera það, þá þurfum við að finna svæði sem milli setastigsins 2 og meðaltalsins og svæði sem milli setastigsins 1 og meðaltalsins. Og til þess að gera það, þá förum við aftast í setatöfluna og finnum í B-dálki svæðið milli meðaltalsins og setastigsins fyrir bæði setastigin. Nú fyrir setastig 1 þá milli setastigsins og meðaltalsins eru 34,13%. Og fyrir setastig 2 eru milli meðaltalsins og setastigs 47,72%. Nú, þessi tala hér, 34,13, hún vísar til þessa hér svæðis á milli 0 og 1. Nú, þessi hér tala, hún vísar til svæðið milli 2 og 0, allt þetta svæði. Þannig að það sem við þurfum að gera að draga þetta svæði hér frá öllu þessu svæði hér, svo við fáum þetta svæði. Þannig við segjum 47,72% mínus 34,13%. Út úr því fáum við 13,59%. Nú, sú tala svæðið milli 2 og 1. Þetta svæði hér. Þannig að það sem við gerðum var, við reiknum setastigin fyrir einkunnirnar, fundum svæðið milli meðaltalsins og setastig fyrir hvort setastig fyrir sig
og drógum minna svæðið frá stærra svæðinu. Nú, svona förum við að þessu ef að bæði setastigin eru sömu megin við miðlínuna. Nú, ef við tökum annað dæmi og segjum að við viljum vita prósentuna á milli 4,6 og 8,2. Við viljum vita hver stórt hlutfall einkunna er á þessu bili hér. Nú, þá byrjum við að gera eins og áðan að finna setastigin. Nú, við vitum setastigi fyrir 8,2. Við fundum það hér áðan og vitum að það er +1. Nú, til þess að finna fyrir 4,6 notum við setastigsformúluna. Mínusum meðaltali frá, en það sama meðaltal á staðalfrávik, og deilum með staðalfrávikinu. Út úr því fáum við -2. Þannig núna erum við með setastigin +1 og -2. Þannig svæðið sem við þurfum að reikna er svæðið hér á milli. Nú, það sem við þurfum að byrja á að gera er að finna þetta svæði hér og við gerum það áðan. Svæðið milli 1 og meðaltalsins er 34,13%. Fundum það í setatöflunni. Næsta skref er að finna svæðið milli -2 og meðaltalsins. Þá förum við aftur í setatöfluna og finnum svæðið í B-dálki fyrir setastigi 2. Það er alveg eins og áðan, af því að þó þetta sé mínus, þá eru alla tölurnar í setatöflu plus og eru bara tölugildi. Það er alveg sama vegalengd hérna milli 0 og 2 og vegalengd sem var milli 0 og 2 hér. Þannig við erum með 47,72%. 7 hérna. Nú, í staðan fyrir að draga frá töluna eins og við gerum áðan, þegar við drógum þessa tölu frá þessari tölu, þá sjáum við núna að við erum með 2 svæði sem við þurfum að plúsa saman, að við þurfum að fá allt þetta svæði. Þannig við leggjum saman þessar 2 tölur, 34,13 pluss 47,72. Út úr því fáum við 81,85%. Svæðið hérna á milli er þá 81,85%. 81,85% einkunna er á bilinu 4,6 til 8,2. Nú til að draga það saman, þá er hérna tabla, tabla úr bókinni sem ég er búin að þýða yfir á íslensku. Og þetta er tabla fyrir að finna afmarka svæði fyrir ofan eða fyrir neðan setastig. Og til að finna svæði fyrir ofan setu þegar seta er jákvætt seta fyrir ofan seta, leitaðu í dálki C. Það er þess að dálkin sem heitir Area Beyond seta og það er hérna mynd 1. Ef við erum með jákvætt setagildi og viljum finna þetta svæði, þá finnum við það í setatöflunni sem heitir Area Beyond seta. Nú, ef við erum með neikvætt setagildi og viljum finna svæði fyrir ofan setu, eins og mynd 2 sýnir, þá þurfum við að bæta 50% við dálk B. Dálkur B er svæði milli seta og meðaltalsins, sem sagt hérna. Og svæði hér vitum við er alltaf 50%. Þannig að við bætum 50% við svæði milli setu og meðaltalsins. Nú ef við erum með jákvætt setagildi og viljum finna svæðið fyrir neðan setu, eins og mynd 3 sýnir hér, þá þurfum við að bæta 50% við dálk B. Og dálkur B er svæðið milli setastigsins og meðaltalsins og svo bætum við hérna 50% sem við vitum alltaf en helmingurinn. Nú, ef við erum með neikvætt setagildi og viljum finna svæði fyrir neðan C, þá þurfum við bara að kíkja í dálk C sem er Area Beyond seta, eins og mynd 4 sýnir. Þá þurfum við bara að finna þetta svæði hér sem heitir Area Beyond seta. Nú, svo skoðum við hvernig við getum reiknað afmarkasvæði milli 2 setastiga.
og annarkvort eru setastigin sömu megin við meðaltalið eða sikkuru megin við meðaltalið. Nú ef þau eru sömu megin við meðaltalið, eins og mynd 5 sýnir, þá þurfum við að finna svæðin á milli meðaltalsins og hvort setastig fyrir sig í dálki B í setatöflunni. Og það er einmitt svæðið milli meðaltals og seta. Og svo drögum við minna svæðið frá stærra svæðinu. Þannig við finnum bæði svæði hér, milli fyrsta setastigsins og meðaltalsins og svæði milli setastig 2 og meðaltalsins og drögum svo þetta litla svæði hér frá öllu þessu svæði og fáum rauða svæði. Nú ef að setastigin eru sikkurum megin við meðaltalið, þá þurfum við að finna svæðin á milli meðaltalsins og hvort setastig fyrir sig í dálki B í setatöflunni. Svo leggjum við þessi 2 svæði saman. Þannig við finnum svæði hér og svæði hér og leggjum þessu saman og fáum út svæði á milli þeirra. Þannig þetta er svona aðalatriðin við að finna afmörkuð svæði í normalkúrfunni. Mér finnst alltaf gott að teikna upp normalkúrfurnar og bara lita það svæði sem ég þarf að finna og svo alltaf bara muna hvort maður sé með mínus eða plús setagildi til þess að vita hvaða svæði maður er að fara að finna og viti hvaða dálka maður er að leita í